fréttir af því að aflandsfélag eiginkonu forsætisráðherra sé skráð á bresku Jómfrúreyjum og hafi lýst 100 milljóna króna kröfum í föllnu bankana hafa vakið hörð viðbrögð. Til harðra orðaskipta koma á Alþingi í dag og samfélagsmiðlar hafa logað. En hvar liggja mörkin á milli stjórnmálamanna og maka þeirra og er reiðin sem svo margir fundi eftir hrun enn að hafa áhrif? Til að ræða þetta eru þau Hulda Þórisdóttir, stjórnmálasálfræðingur og Jón Ólafsson, heimspekingur, sest hjá Baldvin. Velkomin, bæði tvö. Takk. Jón, ef ég byrja á þér, þú varst formaður, nú man ég ekki titilinn. Samhæfingarnefndar siðferðileg viðmið í stjórnsýslunni. Siðferðileg viðmið í stjórnsýslunni. Þetta var í tíð síðustu ríkisstjórnar og reyndar í dag vitnum þannig til að voru samþykktar siðareglur þingmanna. En sko, fréttastofan ræddi í dag við skattalögfræðinga sem að segja að það sé kannski ekkit fjárhagslegt hagræði að því að hafa þetta félagsskráð í útlöndum. Þetta virðist verið í samræmi við lög og reglur, minnst okkur út frá því sem við vitum núna. Viðbrögðin hafa engu að síður verið mjög hörð. Er það pólitísk viðhorf sem að skýra það allt saman eða liggur eitthvað meira undir? Já, ég ætla svo sem kannski ekki að reyna að fara að skýra viðbrögðin en mér held að verða að horfa á hitt að það er mjög skrítið að fólki finnist eðlilegt sem að gegnir embættum af þessu tagi, hæstu embættum í stjórnmálum og stjórnsýslu landsins að það sé ekki upp á borðinu eignastaða, hagsmunaskráning og annað slíkt. Það eru Alþingi með reglur hagsmunaskráningu. Ef maður skoðar vef Alþingis þá eru sumir sem hafa fyllt út viðeigandi eyðublað það, ekki allir. Sigmundur Davíð hefur til dæmis ekki gert það að því virðist. Og það virðist einfaldlega vera að svona, hvað ég segja, sko, forgangsröðunin er þannig að þetta virðist ekki skipta miklu máli. Og ég held að sko, sú spurning hvort að þarna sé eitthvað óeðlilegt á ferðinni ekki kannski aðalatriði í mínum huga, heldur að þetta lítur ekki vel út og það lítur einfaldlega aldrei vel út ef að fólk skeytingarlaust að láta vita af hagsmunatengslum af ýmsu tagi sem að geta augljóslega haft áhrif á störf þess og stöðu, alveg sama hvort að þetta hefur þau áhrif eða ekki. Og þess vegna held ég að það sé mjög skiljanlegt að fólk sé hissa og telja eðlilegt að þetta mál verði til þess að svona auka ennþá meira á kröfuna það að stjórnmálamenn sinni þessu almennilega því að þeir gera það ekki. Það er því miður staðreynd málsins. Er þetta þá spurningin einhvers konar gegnsæi í stjórnsýslunni? Erum við komið þangað? Já, ég meina þetta er bara spurning það að fólk sem að gegnir mikilvægum trúnaðarstöðum fyrir almenning það verður að vera hafið yfir allan vafa, það verður að hugsa ásýnd sína og það verður að bera virðingu fyrir sínu embætti og það gerir það með því að hafa svona hluti upp á borðinu, skýra frá þeim, það er það fyrsta. Það að það sé ekki gert, það gleymist eða menn telji það ekki skipta máli eða það verður að horfa þröngt á bókstaf, lagabókstaf, segja já þarna það er ekki beinlínis krafist þess að það sé látið vita af eignum maka eða eitthvað slíkt. Það er bara mjög ótrúverðugt og það er bara ekki góður praxis eins og maður segir. Hulda, þú hefur svona rannsakað viðhorf almennings til ýmissa þátta í rauninni alveg frá hruni og eitt er kannski þessi reiði sem að virðist hafa verið mikill svona áhrifaþáttur í ekki bara stjórnmálum heldur í þjóðfélaginu á síðustu árum. Er til að mynda hægt að finna tengsl á milli þess bara hversu reitt fólk og svo stjórnmálaskoðana? Já, auðvitað náttúrulega almennt kannski hefur gilt auðvitað eftir hrun að þeir sem eru stuðningsmenn stjórnarandstöðu hverju sinni það eru veldig að reita þá til reiði og náttúrulega voru vinstri menn auðvitað reiðari framan af og allt það. En svona við tölum reiðina þá náttúrulega birtist hún náttúrulega nátengd vantraustinu og það er auðvitað það sem er fyrst og fremst hér á ferðinni. Það er þetta rosalega litla traust og við vitum að forsætisráðherra sjálfur nýtur lítils traust almennt meðal almennings og Alþingi nýtur líka lítils traust og stjórnmálin almennt. Þannig að þegar það gerist hér einhvern veginn að svona, ég myndi segja á undanförnum sólarhring hefur svona tvennt gert sem er svona minnst og kosti tvær mjög ljósar ástæður fyrir því hvers vegna þetta vantraust í gangi. Fyrsta lagi kemur þessi Facebook færsla frá eiginkonum forsætisráðherra þar sem að fólk fær svona tilfengjum býtu akkur var þetta ekki gefið fyrr. Býtu öll kurl komið til grafar og strax koma fréttir þína í býtu öll sagan sögð og það náttúrulega vekur upp mikið vantraust og síðan tekur næsti kafli við
og það eru þingmenn í dag á þingi sem byrja að býsnast yfir þessu, kannski viðbúið en með svolítum látum og þá tekum við næsti kaflinn sem ástæðan fyrir því að fólk treystir þá ekki Alþingi. Nú betur þetta þón í skotgrafarnar, þetta það sem í gangi á þingi og svo framvegis. Þannig að við erum svolítið að sjá einhvern veginn svolítið mjög áhugaverð orsök og afleiðingu þessa vantraust alveg á fullri sýningu fyrir undanfarin sólarhring. Jón var að nefna það að þetta væri kannski, þingmenn og ráðherrar ættu kannski að gera meira heldur en krafist eingöngu í þessum skrifaða texta, heldur að það sé leiðin til að auka traust? Já, ég hef stundum svolítið lýst þessu þannig að þegar hrunið átti sér stað, það átti sér stað náttúrulega algjör trúnaðarbrestur á milli almennings og stjórnmálana. Það er svolítið eins og að átti sér stað framhjáhald í nokkuð farsælu hjónabandi og traust eftir slíkt ekki byggt upp á einni nóttu eins og allir vita og það tekur óbærslega langan tíma og þá þarf það að vera sérstaklega opinn með þín mál, ekki satt. Það afskaplega slæmt ef makinn stendur að því að laumupokast að senda SMS út í horni. Það kann ekki góðruleika stýra, það að byggja upp traustið aftur og ég held að fólk upplifi þetta kannski svoleiðis svolítið unna, býtu hverjum varst að senda SMS, hvað hér í gangi? Þannig að að það þarf að vera ekstra opinn, við þurfum að sjá sérlega mikið gagnsæi, það bara þannig. Nú þetta svona eitt vingill í þessu máli, þetta maki forsætisráðherra sem skráður fyrir þessu félagi. Talandi maka. Já, þetta ekki fyrsta skipti þar sem að þingmenn eða ráðherrar eru gagnrýndir fyrir það sem að makar eru að gera í viðskiptalífinu. Sólveig Pétursdóttir þegar hún var ráðherra, Þorgerður Katrín, þetta gift manni sem að vann í bankakerfinu fyrir hrun. Þá vaknar svo spurning, hvar á að draga mörkin á milli þess að í rauninni allt eigi að vera upp á borðinu varðandi atvinnu og umfang maka stjórnmálamanna og einkalífs? Já, ég held að það sé voðalega erfitt að draga einhver absolutt mörk þarna og eins og ég var að segja þannig, ég held að sé mjög varhugavert að fólk sé að einblína á bókstafinn og spyrja þetta bannað eða ekki og ef það ekki bannað þá þarf ég ekki að hafa áhyggjur af því. Því mér finnst það með kannski bera þessa hagsmunaskráningu dálítið saman við viðhorf til vanhæfis að núna þá eru svona kröfur það að fólk segi sig frá verkefnum og nefndastörfum þar sem að á eru hagsmunatengsl eða skyldleiki eitthvað slíkt verða alltaf ríkari og ríkari og þetta verður alltaf hver og einn að meta fyrir sig og það það sem að fólk ætti að hugsa þegar það að velta fyrir sér er hér hagsmunatengsl að ræða sem eðlilegt að segja frá eða einhvern hátt jafnvel losa sig út úr þeim eða eitthvað slíkt að þá á það ekki að vera að horfa á þröngan bókstaf, heldur á það að horfa á ásýnd sína, embætti síns og svo framvegis og auðvitað verður fólk og makar þess sem í þessum opinberu embættum, það verður að sætta sig við það að það horft á einkalíf þess í miklu meira mæli heldur en hjá öðrum. Þannig að ég held að hins vegar ef við erum að hugsa til dæmis endurskoðun fyrirtækja eða eitthvað slíkt, ég meina það þurfa líka að vera skýra reglur, ég ekki að segja að það þurfi ekki skýra reglur en fólk sem í opinberum stöðum það á ekki að vera að skýla sér á bakvið reglur og bókstaf, það verður að horfa víðar á þessa hluti. Nú auðvitað með kannski þessi tilteknu dæmi, þetta auðvitað ekki fólk sem eru kennarar eða hjúkrunarkonur heldur umsvifað mikið í viðskiptalífinu, það kannski sérstaklega þau tengsl sem að þykja viðkvæmt þegar kemur að mökum. Já, og svona athyglisvert þú nefnir Sólveigu og Sólveig Péturs og Þorgerður Katrín árum áður og það náttúrulega þessi áhugaverði kynjavinkill sem var mikið tekin á þeim tíma að þær væru sérstaklega hart dæmdar fyrir menn sína og nú eru þetta snúið við. Það verður, við náttúrulega þessi umræður þetta rétt að byrja, við erum eftir að sjá hvað hún væri lengi og allt það, en það er nú málið samt alltaf með svona kynjavinkla, það er aldrei hægt að dæma einstaka mál til að sjá, til að skera úr það hvort það kynjavítin sem á áhrif, það þarf að skoða heildarmyndina í því samhengi en já, þannig að við erum eftir að sjá hvernig það þróast, en auðvitað það málið þetta sé viðskiptalífi. Svona rétt á lokum, hægt að semja einhverja reglur sem að ná alveg utan þessi mál og svo kannski bara hinn spurningin, ég meina hvort það eigi yfir höfuð að þurfa reglur, hvort að ég meina eru hugmyndur okkur siðferði, eru þær bara það ólíkar að við verðum að hafa þetta allt saman skrifað niður á blað? Ég held ekki, ég meina eins og ég segi, það er ákveðið samhengi í sambandi við til dæmis viðskipti og annað þar sem að þetta getur verið mjög mikilvægt að hafa reglurnar skýrar og ítarlegar
En þegar við erum að tala stjórnmál, þá ættum við ekki að vera að krefjast þessara skýru reglna, heldur eigum við að krefjast þess að fólkið sem að gegnir embættunum hafi dómgreind og túlki reglurnar ekki þannig að það sé óþröng. Og ég meina, ég held að reglurnar sem við höfum núna, þessar frægu siðareglur fyrir ráðherra sem eru ekki formlega í gildi en samt einhverju leyti í gildi, ég meina það til dæmis tekið fram að hagsmunaskráning eigi að fara eftir reglum þingsins, það gildir bæði þingmenn og ráðherra, og það líka tekið fram að forsætisráðherra geti, eins og það orðað í samráði við ríkisstjórn, ákveðið að kalla með skipulögðum hætti eftir frekari upplýsingum, þannig að hann hefur fullt vald til þess, forsætisráðherra, irónískt kannski í þessu tilfelli, og ég held að mætti reyndar bæta reglurnar hagsmunaskráningu þannig að það kæmi skýrar fram að það sé ekki bara verið að tala eignir þingmanna sjálfra, heldur eigi einhverju leyti við fjölskyldu, en í prinsipinu almennt held ég að við séum með reglur sem að ættu alveg að dekka þetta. Ég held að við verðum að láta duga hér. Ég ætla ekki að spyrja þig, stjórnmálafræðinginn, það hvort að þetta muni hafa áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið, svo kannski umræða bíður betri tíma, en þakka ykkur báðum fyrir komin í Kastljós. Já, Jóhannes Þór Skúlason, aðstoðarmaður forsætisráðherra, vildi koma því á framfæri að ráðherrann hefði fyllt út hagsmunaskráninguna á vefnum. Tæknilegir örðugleikar gerðu að verkum að það sæist ekki eins og er.